hvað, þrír minis. Ok, erum við live eða? What's up? What up? Maður sjá, ég ætla að fara á YouTube fljótt. Ég er að followa. Subscribe það. Já, þú ert live maður, ég sé það. Ok, ég þarf samt að cook upp thumbnailin, ég þarf að henda þar eitthvað staðar inn. Maður sjá. Það er eitthvað, já, ég fatt hvað minnar. Ok, maður sjá. 29, ok, shorts eru kominir inn. Order filled. Ég ætla að opna bara, ég ætla að fara á 15 minúta timeframe. Þetta er eiginlega það stórt, sko. Sérðu þetta eitthvað af mér? Vonandi blóast ekki að kantin bara. Já, maður sjá, ég ætla bara henda í þennan. Það ætti ég geta fært þetta bara yfir, já. Jæja, svona. Það er ekki að hafa tics. Bang, bang. Úff, $630. Hvað ert í 3 fucking minis, guð minn almáttur. Guð, þetta er ekki nógu flott maður, ég er eftir... Þú verður virkaður út, ég er að segja þér það. Ég veit það, ég er með 1 long tjöfillin, þetta er ekki nógu flott. Herru, Full Port Friday. Oh, fuck. Boom. Oh, shit. Herru, ég er samt í longs. Ég er í longs. Ah, Ég var líka í longs. Já, fuck maður. Holy fuck, maður séu. hvað var þetta, pass? Já, Nei, þetta. já, þú ert sko 1700 yfir. What the fuck, maður. God damn. Þetta var pass, maður. Maður sjá, fuckaðist. Lukkur þetta ekki allt er? Já. $4,700, maður. Já, þú ert alveg 1,7k. Ég spyr maður bara, hvernig passar þetta? Guður, ég er bara genius. Ég er bara með Full Port Friday mentality. Núna er samt aðal spurningin. Er hægt að treyta þetta? Markaðurinn tók allt raw liquidity sem ég vildi fucking selja í. Já, við erum örgulega samt að fara neðar. Já, ef ekki bara törtul sem betur bara ymmið núna. Ok, ég þurft að hækka bitrateið mitt. Ef ekki bara fara á PAs og törtulsúpa bara Jú. strax. Törtulsúpa þetta hæ. Það er ekki neitt SMT ykkur. Ég er ekki svona búinn að fara, ég get ekki hægt þetta Full Port Friday en þá. Sko, ég á með 2 draws. Fucking, þetta hérna var svona, þú veist þetta hérna, 17.853, það var seinasta, þú veist, ég var svona, við gætum alveg farið í þetta, sko. Og ég fyrir bara, svo heyrist ég bara, drawið tekið, ég tjekka, markaðin er bara búinn að droppa á hvað, 2.800 ticks eða eitthvað meira. Já. Bara pre-news, fyrir news. Það er fucking galið. Næst Guður, sko, næst erum við að fara, ég held við erum alveg að fara hérna í 573, en dead zoneið okkar, hvað var 740 eitthvað, 42. Þannig að við mögum ekki treyta hér cirka. Vá, ég sé ekki neitt í það á Discord. Maður sjá. Nei, já, þú ert live á YouTube, ég fucking glindi. Já. Ok, ég ætla bara að slakka hljóðinu. Hvað er að level voru? 742. 742. Já, við bara megum ekki treyta eftir það. Já, þú veist, við mögum ekki entra neitt fyrir neðan það. Ég ætla bara að marka það upp. Og í, maður sjá. Þrír, 8, 7 er 3, 8, 5. Það er bannað að treyta. Það er bara mátt ekki einu sinni vera í treyti. Hvað, getur þau bara að banna þér fyrir það? Já, ef þú ert í treytið þannig niðri, þá sprengja þér að kantinn.
Já, ok, fucking djöfullin hafa. Það fucking ekki lagi, sko. Þeir Ég veit ekki svona, ég að pælja bara, út af því að þetta var svo wild fucking pass á sem account, ég að pælja, við hefum ekki bara taka, ekki bara aftur fullport, bara fullport til CPI, fucking PA account. Það er sen, sko. Það, fuck en ef ég myndi gera, þá minnst það aldrei fá payout. Já. Ég tók sko, maður sjá, er ég sænaður inn eða? Maður sjá, ég ætla bara að snöggla loka fyrir þetta. Byrjuð weekly Svona. time frame. Herru, við erum með SNT. Nei, Ok, svona. jú. Ef Herru, ég við erum með ST og ES. Gauður sagði þessu á YouTube. Fucking, ég fór long hérna þegar ég var upp í skóla hér og stoppið mitt var 1 tick. Þú veist, það var einhvers staðar, þú veist, það var einhvers staðar hér. Ég var komin sko í 98 profit eða eitthvað. Þú veist, ég var 98 RR bara right there, sko. What the fuck? Já, það var ekki styrla, sko. Hvað, riskaður hvað, bara 2 mínus eða eitthvað? 2 micros. 2 micros. Já, ég var bara að leika með, sko. Mínus, sko. Það er svo gaman að leika sér, sko, en það er alltaf gaman að leika sér. Ég held að við erum, sko, það er alveg sjens við förum í 6 AM Dara High. 6 AM, hvað sé. Já, ég er á daily time frame, ég er ekki bara að sjá shit, sko. Gauður, ég var alveg vissant, sko, á hvar var það? Hvar fucking, já, í seinustu ykkur, svona 10. mars eða eitthvað. Ég var alveg svona, orðin smá confident í að við getum bara byrjað að fara upp og síðan bara fucking núguðu við niður. Já. Og síðan var ég bara eitthvað, nei, ég er ennþá fucking bearish núna, sko, það er að fara að læra niður. Og þetta var fucking fyndið, sko, ég var með trade of it opið á hliðinni í tölvunni og ég var að horfa Breaking Bad, bara eitthvað að glápa og gera Shiv of S. Já. Og síðan bara eitthvað, þú veist, ég var alltaf að fara inn á, þú veist, trade of it og ég var að downloada og, þú veist, chartin, við vorum bara fucking bullish, bara fucking mikið uppi. Síðan bara eitthvað að gera eitt, svo bara að gera hitt og síðan svona þegar ég exita alltaf freitt, það sæði bara svona rautt candle bara svona niður og ég var bara, what? Ég var bara eitthvað, what? Hvað droppuðu mikið? Ferinn og trading og sé bara fucking, hvað var það mikið? Ég er búinn að glemma það. Hérna, frá toppinum. Bara, já, 3.800 ticks bara á 3 mínútum eða eitthvað. Shit. Þessi, gæðir, þetta er búið að vera fucking sturla, sko. Þetta er búið að vera geggja præs, sko. Er maður að fara að treyta fucking 8.30 eða? Hvað er first percentage fyrir það ekki upp? Blessaður. What's up? Blessaður. Sælir strókar. Sæli, Nú mistar að full port Friday. Passum að Herru. kant. Horfu. Hérna, voruð þið að treyta það? Já, hann Já, fullportaði. Veitu hvernig... Ég skil ekki hvað er í gangi með markaði núna, sko. Ég hef aldrei séð þetta áður. Það er bara allir í paniki og þú veist, það er allir að selja og þá eru þú veist hedge funds og þú veist, kauphöllin að kaupa endalist. Þannig að þetta er svolítið bara að vera að berjast á móti hversu margir eru að selja og hversu margir eru að kaupa. Og þú veist, fólki er svo hrætt við hvað Trump mun gera og eitthvað svona og hvað Powell er að fara að segja út af því að þú veist, það er allt bara búið að vera, það er allir bara með buxurnar sínar niður á ökklum. Þannig að þeir eru að, þú veist, það sem Powell mun segja á eftir er svolítið make or break hvernig markaðurinn mun haga sér í næstu viku. Já, akkurat. Það er alveg leiðið. Hvað myndi gerast ef það myndi bara koma, ég veit ekki, þú veist, er það mögulegt að það geti bara komið hrun eða eitthvað? Það er ekki hægt lengur í dag út af því að þegar markaðurinn fyrir neðan, ég man ekki hvort það var 7% eða 10%, þá er bara lokað á markaðinn. Þá getur enginn treytað og það verður þannig bara restina af deginum. Þú veist, það er aðalega svona til að
passa flash crash út af því að það voru sumir sem fund út að ef að þeir seldu bara það mikið af hlutabréfinu að þá myndi þá myndi markaðurinn bara hrynja og það var það sem gerðist, hvað var það, 2017 eða eitthvað. Já, næs, hvaða fokki billar voru það, maður? Það var bara í skilíkunni fór að því, sko. Nei, ekki ég heldur, sko. Ég meina, gauð, mínu $250.000 reikningar hefur ekki markað neitt. Blessa, what's up, Aron? Breysin. Ótrúlega, hvað er allir? Hvenær var Flash Crash? 2010. Það er einhver einn pjakkur bara seldi svo fokki mikið af hlutabréfum að markaðurinn hrundi bara með einhverja $1 trillion. Það er fokkin gali. Það er actually fokkin gali, gamli. Já, bara einn gæi hafði svona mikla áhrif á markaðinn. Ég ekki bara á einna 5-minute inverse. Bara fokkin selja hennar. Holy fuck, maður. Ég veit ekki svona hvort ég get fokkin selt fokkin eitt micro 5 minutes. Já, þetta er fokkin stoppið er bara í 1000 ticks, sko. 500, já. Ég myndi að ná 3000, hvað er hátt upp? 2000 ticks, sko, ég myndi tvöfalda metið mitt ef ég færi langið mitt núna, það myndi fara alla leið upp. Segðu bara fuck it. Okay. 2 micros right now bara til að toppa metið mitt. Ég gerði 1068 ticks á 3 minis. Já, mér langar smá, má ég segja, micro and Q. Hvað, 1 micro? Sko, ég alveg til. Ég alveg búinn að, það ekki maður, þetta alveg fucking crazy, sko. Þetta hvenær talar power? Hvað er ekki 6 eða eitthvað í dag? Þetta erum með Forest Factory, tjekkum á þessu. Þetta alveg í hakkinu með mér. 4. apríl. Veit ég hvað klukku þetta er á maður. Já, jú, eitthvað í kringum það. Maður sjá, þú veist, hvað ertu að fara að ná mörgum ticks bara með, gaur, what the fuck? Þú veist, ég er ekki að djóka, þú myndir bara selja hérna. Þetta er bara allt bara pínu lítið, það er bara 200 ticks, bara á 1 minute, sko. Þetta er fucking galið. Þetta er rosalegt, sko. Er maður bara að bíða eftir 9.30 eða alltaf á maður að reyna að treyta þetta? Sko, ég er bara með 2 scenarios. Ég er mjög forrættur að vita hvernig makro mun vera, sko. Já. Við erum að gera svo gott LR hérna. Þetta er bara perfect short en þú veist, ok, við tókum sell-side liquidity og fórum 777 ticks displacement. Það er eitthvað annað. Það er fucking, það er bara galið. Það er displacementið til að sanna að, þú veist, að break-up structure er rétt. Það er ekki, það er, gaur, sko, treytið mitt í gær var 280 ticks. Gaur, já, treytið mitt var í gær var bara 200, sko. Já, en bara, fucking, shit, núna er bara sko. 1000 tick displacement á 1 minute, á fucking 1 minute. Já. Þetta er galið, sko. Þetta er actually fucking galið. 2 minutes er að lukka, lítur svo vel út, sko. Í bara shorts right now. 2 minutes. Maður sjá. Já, ég sé Ég er búinn að vera að vinna með fib level, sko. Sko, ég var aldrei að nota þau ekki, en ég er bara búinn að læra hvernig að nota þau rétt og hvað mér annars hvað ég elska fib levels. Menna, 233 tick stop loss, ég veit ekki svona hvað ég á að
riska mikið. Nei, Þessi marga micros. þú veist, ég er eiginlega að fara bara að taka 1 eða 2 eða eitthvað. Þú veist, markmið mitt er að græða svona 500-600 í dag. Já. Ég er ekki svona með markmið í dag, sko, eftir ég sá hvað markaðin að gera, sko. Nei, Ég veist- var bara, fuck. Ímyndaði samt að við förum 2 micros og treytið fer vel, fattar við, bara byrjar að runna eitthvað sér. Við erum að fara að ná 3K bara á 2 micros. Þú veist, já, bara núna, sko. Þú veist, ef þú myndir shorta núna bara 2 micros, þú ert bara smá movement, ertu bara uppið $1,000, sko. Já. Þú veist, alla leið aftur niður þar sem að ég held að við erum að fara í dag. 2 micros, $1,230. Og það eru 2 micros. 2 minis eru þá... Og 2 micros? Já. Strákar, hversu langt haldið að præsi geti farið niður í viðbót? Það má, hvað, 742 er 5%, 389 er 7%. Það er bannað að taka trades fyrir neðan 742 og þú mátt ekki vera inn í trade fyrir neðan 3887. Bara svona heads up, við erum svona með weekly SMT. Það er Eða þú svona, ferð- já, ég sé það. Bara láta þið vita. Ég fucking bara sjá En það sko, núna. þú veist, en samt sko, ok, þú veist, basically samt, er þetta ekki, þú veist, er þetta ekki ein af þeim stærstu, þú veist, af því að, skilur, á segjast 30 dögum er markaðurinn búinn að fara núna niður á 20-25%, sko. Já, þetta er svolítið hættulegt sko fyrir almenning. Þetta er væntanlega mjög gott fyrir okkur því að við kunnum að lesa þetta allt. En Já. þetta hefur aldrei verið svona stórt síðan 2008 sko. Nei, Þú veist, akkurat. á svona stuttum tíma meina ég. Ég meina hvað 2022 þá fórum við 33% niður. Já, Sveitskúli segir það hér, 33%. En það var sko yfir allt 2022. Við erum búin að fara niður 21% bara á 2 mánuðum eða eitthvað. Með þessu áframhaldi akkurat. er það bara niður í 0 sko. Ef við fáum 2-minute inverse og töppum í equilibrium þá getur við sleppt með 200 tick stop loss. Já, ég var akkurat að hugsa að fara long sko, út af því að við erum byrjar að mynda breaker hérna í 5 mínúna fyrir velgefni. Ef ekki bara, hvað, bara henda 2 fucking micros. Gerðu við virkilega ekki inverse? Come on, það var eina sem þið þurfti að gera sko. Mér langaði að sjá inverse. Hvað innverðis við ekki á 2 mínútum? Nei. Ég veit ekki kannski að hafa fucking YouTube chat opið. Það lúkkar út, nei, nevermind. Er það Dara Hæs eða? Allar upp í 6. Getur alveg verið sko. Nei, samt í alveg sko New Day opening gapi verður sko í 1000 ticks. Gauður, það verður stærra en bara New Week opening gaps. Holy fuck, þetta er, ég er alveg búinn að vera að elska þetta bear market sko. Já. Ég er bara, Ég er búin að kassa feitt inn sko. Þú veist, það er 1 account í payout progressir einmitt núna, þannig að ég með bara að treyta 4 accounta í dag. já, ég er bara, ég var bara svo psychology fucking ónýtur maður að ég fucking náði ekki að, ég var að exita bara A+ trade bara í stundum bara 10 ticks profits Já, og síðan fór það bara mína leið bara 400, 500, bara, ég var bara fucking djöðl. það er svo næs að geta haldið þessu og að halda kúli í miðju treyti er bara, þú vannst lífið sko. Það er ándurs fucking rétt, ég gerði það í gær. Helt kúlinu maður, djöðlinn var það þægilegt maður. Já, maður sigrar heiminn sko þegar maður næri að halda kúli í treyti. Já, heyrðu, 2-minute inverse er komið. Gauður, non-farm payroll kerti er bara svo venjulegt kerti inn í þessu hlutam, þú veist, inn í þessu markaði. Já, ég veit. Horfðu á 830 kerti, það er jafn stórt og, þú veist, 836 kerti.
Já, what? Og þetta er news candle. Já, þetta er non-farm payroll candle. Við eigum eiginlega ekki að treyta á þessum degi. Ah, shit looks too good, sko. Svo ætti ég ekki að hendi tilkynningu að ég sé live, eða er það illa að sé. Hvað eru 2 micros margir fucking... Það er dollari per tick. $200, holy fuck. Fuck it, add everyone. Ég var ekki fylgd, sko. Ef þú sérð það sem ég var með inni. Já, það ertu að fara lang. Já, Bara eitt Microsoft, sko. Ég er... Oh, shit. Holy shit. Oh my god, þetta er svakalegt. Ég ætti að vera upp, ég ætti ekki að djóka. ættu að vera uppið 300. Ég ætti að vera uppið 300, sko. Við ættum að geta náð entry hérna á 845 úrtablokkinu. Maður sé, fucking... Hérna byrju, aðeins lengra niður, smá meira. Gaur, aðeins meira. Oh shit, þetta er kannski aðeins svo mikið. Holy shit, gaur. Ok, ég ætla ekki lang. Herru, ég ætla bara... Ég ætla ekki lang. Holy Ég ætla fuck. að leifa... Ok, ég ætla að leifa honum að aðtökst hann hittar fucking... Er SNTC highs eða? Nei. Heyrið í gæjanum bora eða? Já, Fuck. Jæja, það verður bara að hafa það. Hvað er Benni? Herri, við erum með 15 mínútur CISD. change in state of the fucking delivery, man. Er það long of that? Eða hvað er stoppið? Fucking... Minn er núna 185, sko. Sko, allaleg niður er 1358 ticks. Fuck. Ég þarf ekki að fucking fylgjast með IS. Ég get ekki svona haft TP leveli, ég ætla ekki, þú er ekki að hafa mér þess að TP tilbúið, sko. Ef price bara ákveður á fucking bullrun að fucking upp. TP1 er 422 ticks, gaur. Hörru, ég ætla að hendi í limit order hana. Oh shit, þetta er bara... Ég ætla að setja 2 cons. Við erum komin í... Við erum komin í equilibrium. Maður sjá. Ég var að taka eftir því núna. Við erum í equilibrium Já, einmitt núna. Við erum bara á því, sko. Þá veit ég ekki alveg með longs. Hvað með daily equilibrium? Hvað er í fokkanum með það? Það er aðeins frá okkur. Þetta hefur verið helvíti fint, maður. Fuck, þetta er svo fucking crazy, sko. Maður vill helst að það er ekkert vera partur af þessu. Ég vill vera partur af þessu, en ég vill ekki vera partur af þessu. Já, það langar svolítið bara að shorta, sko. Því að ég veit að það er það sem verður að restar af deginum. Já, ég líka. Makkar og munur örugglega skila því, sko, inn. Já. Fáum okkur good shit S&T, shorts, þá erum við bara í topp fucking málum, sko.
Sko, 15 minna fer velja keppi fyrir ofan okkur, mér langar að sjá okkur fylla það alveg og svo bara aftur niður. Já, líka. Er ICT bara að tweeta ykkur byllið eða? Hann er alveg klikkað. Hann sagðist alltaf eða YouTube-channelinu sinni að Bitcoin fyrir 100.000 þá. Það fór 100.000 þá. Hann er fucking klikkað, maður. Er ég Ég er Telegram svo challenge eða? Maður. Hann er alltaf spamm öllu þar maður. Taking some NQ partials profits would be good trade management here. Hann er greinlega bara að trimma. Er hann að streama? ICT, hann sendir þú veist price level sem Já. hann vill. Golfbuxundar mínar. Nei. My golfing pants. Það að setja hérna Það markaðurinn. er bara að veipa hann John Paul Gaultier, maður. Já maður, Sippa á þessu gulli. markaðurinn opna klukkan 13:30. Svo það sé á hreinu. Það gera það rautt. Ba ba ba. Ba 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 bird. Bird is the bird. Hvað er TC, maður? Hvað er Tony Chris? Hann er inn á hann er ekki að segja neitt. Ég elska hann, mann. Ég er hérna. Já, þú talar svona. Guð, ég veit ekki af hverju. Ég ímynda þig alltaf sem bara svona 16 ára gamlan date. Squeaker bara. Ég veit ekki af hverju. Ég er með eitthvað fucked up myndaðir í hausnum. Bara, þú átt bara að vera bara, þú verður örugglega bara svona 16 ára gæði sem er að treyta eilífu í mínum heila, sko. Ég er orðið 19, sko. Ég veit það, ég er alltaf í sjokki þegar ég heyri röddina hérna. Ég er alltaf bara, what? Veitu, af hverju fokkuna fórstu frá Norway? Hvað ertu að gera á Íslandi núna? Ég er á æfingabúðum núna. Æfingabúðum? Í handboltanum. Nei, bandi. Já. Sko, Ekkert Byrju, þarna- endilega. Veitu, ertu að koma tilbaka síðan, eða? Já. Ég er bara Já. komin í viku, sko. Ríkisfjöldi í Ísland. Fokk, það er svo sjúkt fokkin við núna, maður, ertu ekki að djóka? Það er bara alla dagar ég að lappa út bara í stullum og vera bara, djöfullin er ég að fara að kíka gólfvöllin. Í Nóri? Já, fokkin geggjað að spila gólfið hérna. Já. Ok, ég er náttúrulega bara upp í fjöllunum, sko. Já, þú verður bara einhver hellisbúi, maður. Það eru íspinnir, það eru andjur, þú gætir örugglega heitt íspinn þar sem þú og þeim var, sko. Maður sjá. Ég var að requesta Guð. aftur í dag. Payout. Þetta er Já. maðurinn. Já, solid. Ég er með 1 payout í progressið mitt núna og þannig að ég er bara að treyta 4 akkánta í dag og ég ætla að reyna að ná öllum akkántunum upp í 4K. Þá ætla ég að taka 2K per. Þannig að 16K. Alright. Guður. Ég er fokkin klikkar, sko. Ég er búinn að runna akkántan upp núna. Já. Fokkin 5500, verði emotional og bara fer á losing streak. Og næ, ekkert fyrir requesta. Það er búið að gera svona 3 sinnum. Það er samt Það er gott að þú fucking átt galið. á ennþá sko. Það er sko, Risk það er win í mínum management. augum sko. Það er win í mínum augum. Já, risk management. Mér finnst mitt risk management vera fucking on point. Þú getur ekki blóða þess að kanta með þessu risk management. Það er gott sko. Og þú græðir alltaf $1000 fucking dollara. Þannig að Hvað ertu að riska? Ertu með set riska, ertu með bara set contract size og set ticks í stop loss? bara set risk, sko. Bara $500, aim Já. 1 to 2. Ég er samt aðeins búinn að gera þetta meira svona Luffy. Ég reyna að halda mig bara við 1 til 2 contracts per trade. Já. Ég er Þannig með að- calculated risk, þannig að ég riska bara alltaf akkurat 200 og reikna alltaf út frá því. Já, ég er bara með set risk to reward, bara til að vera með consistent wins. Ég stundum, ef ég fara inn á, ég stundum með þetta svona að segja mig ef ég tæki long hérna, Mm. ef ég fara inn á fljótt. Bara segjum bara ég er með 1
contract sem bara, já, ok, 200 ticks profitið, það $1,000. Ég kannski aima í, í 2000, bara 400 ticks eða eitthvað, segjum það bara, en þá trimma ég stoppið minn í 900 ticks. Já. Þannig að, fattur þannig að því ég komin í $1,000 profit, trimma henn í 900, þannig að ef treytið vill ekki halda lengur upp, þá allan ég stoppaður út í $900, en ef það fer í 1,500, þá bara $1,300, trim, 1,500, bara 1,400. Já, Það trimmaði mjög vel, bara til að secure profitin. Búin að vera að vinna svolítið vel, ég að fara að byrja að gera það núna. Bara traila stoppið. Já, gera það aggressive, þú veist. Ég er mjög, þú veist, ég er meira bara svona, teka sér trade hérna, ég læt alltaf stoppin á wiki, síðan eftir kannski displacement, þú veist, displace við hérna upp, þá trimmi hann bara í bodyið. Já. Þannig að alltaf eftir displacement þá trimma ég body. Ég er ekki það fljótar að fara í break-even, sko. Ég læt nánast aldrei í break-even út af því að treytið minn oftast playa út bara eitt frá bingo. Þegar ég treyta 99% tímanum bara í makro. Já. Og makro er bara fucking besta killzone í heiminum, sko. Tekur rétt að treyti. Ég reyni akkurat að treyta, sko, þú veist, ef að þetta fer ekki strax bara í mín átt, þá vill ég svolítið bara fara út, sko, því að þú veist, öll treytið sem ég vil taka, ég vil sjá bara, þú veist, immediate reaction, og því að þú sérð oftast þegar, þú veist, það er wicca inn í eitthvað fyrir velgap, það fer oftast bara strax á stað. Það er akkurat treytin sem ég vil vera í, sko. Það er líka svona eitt sem ég elska við fucking makro. Erum við að fara að taka Dara High með núna, hann að koma? Ég verði til að við svipum þessu, hvað, þetta eru bara, öll þessi highs hérna eru bara crazy equal fucking highs á ES, þannig að ég er alveg að fíla það. Já, við erum mjög nálægt Við erum líka, daily B, sko. við erum líka með risa árli fucking sippi hérna, sko. Já. Oh, fucking god. Gauir, það er fucking 10 gráður úti og ég er hérna inni. What am I doing? Ég er oft bara 14 stegi hitt úti og ég er bara sitjandi fucking skrifborð og er bara að horfa á græn og svört kerti myndast á skjá. Ég verði ekki bara að grænda Minecraft allan daginn í gær og það var 10 gráður á sól, sko. Ég smakkaði, nei þið er ekki með McDonald's maður, ég fór að smakka þessa Minecraft sósu maður, hún er fucking ógeðsleg. Umulig, ég ándið ekki góð sósa, sko. Ég líka fór kvöldi, sko, og það er allir bara freðnir á McDonald's hérna, fucking Noreg. Og ég var bara eitthvað, can I have the nether sauce? What? Kan ég hafa en nether sauce? Wait! Og ég bara, fuck me maður, það komið 4 manneskjur og ég var bara, do you have the nether sauce? Ég var bara eitthvað, it doesn't matter, just give me the garlic one. Come to the next window, man. Og ég var bara, do you have the fucking Minecraft sauce? Oh, the Minecraft sauce, what are you talking about? Og ég var bara, og fucking volta bara, þetta fucking hérna. Við gætum verið með það. Ég var bara, oh my god, vitið ekki svona hvað er á fucking lagerinn hjá mér. Alveg fucking galið, sko. Mér leiði sem ég verið fucking mongolið að byrja með eitthvað fucking Minecraft sósu. Það var bara svona, já, på Minecraft sósu svona, þetta var bara orðið fucking embarrassment þegar ég var búin að reyna að útskýra fyrir 4 manneskjum hvað fucking Minecraft sósa er. Shit. Ég geggja mím eitthvað, ég sá þetta TikTok og það var eitthvað, I would punch my kid if he would ask me for this fucking Minecraft guy. Það var eitthvað, mom, can I please have the overweight, middle-aged overweight guy. Ég ætla að finna þessa mynd.
Fucking, já, Steve. Já. Þetta er svo fucking galið. Hvað er þetta? Gauður, er maður ekki bara að fara að hendi í long og eiga það bara út daginn, eða? Jú, greiða milljónir af þessu. Þú veist, 15 minnina CSD er að spila út, sko. Líka weekly SMT, við erum að fara aftur upp, sko, ég er að segja það. Wow, can I get the middle-aged fat guy? Þetta er fucking galið. Líka var ekki Willi Netto að tala fyrir Steven á Íslandi? Ég veit það ekki, en hann er andjós besti maður sem getur gert það, sko. Já, hann er akkurat perfekt í starfið, sko. Willi kóngurinn, maður. Á hverju fokkanum heitir hann Willi Netto, sant? Er ekki Netto? Er það Netto? Ég las allt sem Netto, bara eins og búðin, sko. Ég held að það sé Netto. Ég held að það heit Willi Netto. Krast. Ég held ándjóks maður á bara hendi 1 micro long og bara eiga út daginn, sko. Þú veist, það er föstudagur, við erum mögulega að fara að spila TGIF. Fara allalega aftur upp, sko. Gauður, ég veit ekki okkur, ég er að horfa á þetta, ég er þá að býja eftir það er samþykkt. Já, Fuck. getur ekki treyta það. Fór í long. Nei. Ég fór einn micro. Nei. Jú, ok, fuck. Ég held ég fór einn mini í svona stund. Fucka mig brá. Ég bara leika mig með einn fucking micro. Eðast á 4 reikningum. Ok. Hvað er fucking micro and Q, maður? Hvað er Benny? Hvað er Benny? Hvað er Benny? Það er hýrt að laga það? Herru, ég er uppi 5.32 tix. Er það íslenskt lag? Já, þetta er eitthvað Daniel dæmi. Já, ég veit hvað þetta er, maður. Oh my god. Hvernig er að koma Hvar er næst til Benny? Eyja? Er ekki bara þjóðatíð, sko. Þjóðatíð er fucking shit. Ég elska þjóðatíð. Ég hef alltaf hugsað að fara aftur til Eyja, sko, en ég veit ekki með það. Ef ég fer til Eyja þá er það bara fyrir djammið, sko. Já, ég var náttúrulega að segja að ég búið þarna. Bjóðna, hvað, í 5 ári eða eitthvað, aldrei aftur. Shit, hvað það er hátt. Já, ég bjóð hann í 5 ár. Þú veist, ég dyrkaði það, sko, að bara, þú veist, þetta var bara, maður var bara í tölvunni og að hanga með vinum, þetta var ekkert meira en það. Það var ekkert, þú veist, bíó eða keiluhöll eða eitthvað slíkt, sko. Þú veist, það var bíó en það var bara ekkert viti í. Hljóðkerfi glata, sæti léleg. Það sé, hvað er Benny on right now? Það er copyrightur eftir smástund. Oh my god, ég fucking hata þetta orderfyllt fucking gargi fucking eyrum minna. Hvað, þessi stoppaður? Nei, ég fór bara með henni út, sko. Já. Ég top-tikka þetta bara í longs þegar þetta er að fara niður, sko. Þetta er ekki slögt. Ég veit ekki, ef ég er í call of Discord þá kemur þetta bara svona bass boosted ógeðslega hátt bara orderfyllt bara ógeðslega fucking hátt. Sko, 30% er akkurat í 5 mínútna, nei 15 mínútna mitigation blokkinum. Hvað er Benny? Hvað var þetta? Perfect loss. Shit, $30. Núna er hann fastur við kvenmann. Er chati lit þarna Hjá mér eða? á YouTube? Aron Steinar, besti vinur minn, er bara að spjalla á hann hérna. Oh, nice. Ég er svona með 12 viewers, það er alveg crazy, ég var ekki búist til því. Hent á Instagram bara. Ég veit ekki, sko. Þá koma örugglega allir.
Það er að fara að fucking pakkast inn maður. Þetta April Fool's djók var alltaf gott þegar hann er að til. Oh my god, leið mér að treyta fyrir ykkur. Og ég ándi, ég las eitt kommenta og bara kom eitthvað DM sent eitthvað svo shake hands. Ég var bara, ég las það, ég var alveg, ég veit bara þessi fucking gæi féll fyrir þessu. Ég líka bara las kontrættin. Þú líka hefur sagt í svona 100 vídeum að þú mynd aldrei gefa neinum trading advice eða bla 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 bla. Hvernig á ekki treyta eða svona, fattur þú hvernig á, þú veist, þú mynd aldrei kenna fólki á trade-it eða treyta fyrir það. Þú veist það svo oft. Þú veist, ég kenni bara hvernig hlutabréfamarkaðurinn hreyfist, ég kenni ekki hvernig þú græðir peninga þig. Það er rétt. Það er bara... Sko, hvað, herru, við erum með baby S&T, sko. Nei, við erum ekki með S&T. Bara longs í dag eða, það liggur við, sko, það er það sem eina sem er lýst á eins og aðalúta þessi weekly SMT hérna og 15 minna CSD sem eru búin að mynda nú þegar. Þannig að maður er svolítið að spá í að bara henda í 2 micro long og láta það eiga sig. En það er ekki eitthvað sem ég geri sko, þess vegna er ég svolítið iffy með það. Já, ég lít sko 60 ticks stop loss á þetta trade sem ég er í og 60 ticks eru sko, það er bara, ég veit ekki, það er bara pínu fucking lítið sko. Já. Þessi að ég ætla að... Hey, við erum með 3 minutes busy. Ég ætla að hendi svona Instagram story í 20 mínútur. Þegar market opnar þá ætla ég að deleta storyinu. Það er góð fucking hugsun. Kári, Já, yes sir. kanntu norsku? Ekkert eitthvað ótrúlega mikla sko. Ok, fair. En þú? Ég ekki. Ég er svona mest basic orður og ég er vanur að heyra sænsku en það er samt. Shit. Ég var að prófa að henda inn litlu hérna og tiny little long. Varstu að gera það núna? Já. Fucking bara 1 micro sko. Það er ekkert hvort það heldur maður. Þetta er mjög líklega bara að gera það sko, það er allt eiginlega sem bendir á það. Það er eitthvað fucking Degen Gambler í Simplified Trading. Degenerate Gambler. Já, þú veist, hann tók short á hann, var uppi, þú veist, 800 ticks, tók TP, nú er hann long bara á botninu hérna, sko. Hann er long, hvað er price hans? 1897. Og heyrist mig núna? Já, og svo... Ég heyrist í Ok. þessi gæði frá Argentínu. Já, 18, hann er hérna eitthvað staðar. Hérna. Já, 1 micro fucking long. Uno micro. Eru þið með eitthvað fucking tiny breaker hérna eða eitthvað til að spila á þessu? Fyrir veljíkap hér, hversu stórt er það? 13, það er alveg lókið mikið fyrir hversu lítið það lítur út fyrir að vera. Það er líka á 3 mínútna timeframe-inu, þá erum við líka með. Orderblokk hér. 5 mínútur er að spila rétt út, sko. Breakerblokk hérna og ég tók ekki eftir því maður. 5 mínútur breakerblokk, lítill gæði hér. Svo fucking hátt maður. Order filled. Fucking, já, þetta er bara fucking, það er eins og einhver segja öskri eira þetta bara. Hvað er Benni? Hvað er Benni? Hvað er fucking Benni? Við erum búin að ok, við erum allavega samt búin að tappin í
hourly, sippi og sweepa, hæs hérna og bara geta þessum 10 sem ég að taka eftir, sko. Við erum með mátlið sem þið við. Já, ég veit, það galið. Hvernig fokkanum átti það samt að þú getur ekki veita meira en þarna, what? Hvernig, þetta weird. Ég bara búinn að vera að sjá 500 tek stopploss núna og miða við frá bara þessi 1 minute sippi, þú veist, ok, ef þú hefur á hæginu, wickinu 240, 80, 150, 60. Heim sem að ég mun alltaf rata, tek 2 skref áfram og svo 1 skref tilbaka. Mikki, við tókum full port þarna, full port Friday, þú mistir það. Hvað eru búin að vera þarna lengi? Já, næstu í klukkutíma. 15. 50k passed. Full port er bara 50. Full port Friday, 50k. Það var fucking longs af engu. Ok, ég ætla að bíða eftir 9:30 áður en ég tek eitthvað. Bara hérna, sko. Það byrja að longið hér, sko. Hvað erum við að droppa fyrir? Sko, eina sem ég sé er bara þetta, við erum búin að fylla pínu í hourly sippi og svípum eitthvað hæsina bókstaflegina. Herri, Tanya Trades alive, maður. Fuck, já. Elska. It's my fucking girlfriend, man. Gæði, hefur þið tekið... ICT er að segja svo óviðandi hluti við hana, sko. Er hann bara fíninn yfir, er hann etchandi yfir hann alltaf? Basically, sko. Keypti afmælisgjöf fyrir hana eitthvað og, þú veist, ég man eitt skipti, hún var alltaf að fara longs þegar markaðurinn var bara að fara niður og niður og niður og niður. Hún hélt alltaf áfram að fara long. Ég bara, gaur, ef þú myndir íta einu svona sell, þú myndir bara græða allt tilbaka sem þú ert búin að tapa í dag. Þurfti ekki þessara mótel, bara íta á sell. Ég er ánum verslunarstjóri í djáknunum í EM. Þú flyttir bara til EA og ég reddaði vinnu þar. Hey, respect. I like that. Ási, farðu á 3-minute chartið. Já. Hvað finnst þér þetta inverse? Dreadfib. Checka eitthvað stopplossin. Þarf, ok, ef hann er á wickinu, ok, ef hefur hann á bodyinu, þá er hann ekki það slæmur. Ætlar að shorta niður, eða? Ég ætlaði bara að býða til makró. Sjá hvað makró býður upp á, sko. Það er alveg sant, sko, Ég væri alveg, 40 mínútur í makró, nei, 30 mínútur í makró. maður veit aldrei maður, þessi fucking markar er alveg fucking vitlaus sko sem er, sko. Já, þú veist, við snertum 20% af daily range og við erum byrjað að dumpa. Svo er það bara to the tick líka. Þetta er Trumparinn maður, fucking Trump. Náða fór payroll í dag og tollar í gær, ég beila á trade í dag. Það er mjög smart. Eiginlega allir ætti að gera það. Ég veit ekki eins og sjálfur af hverju ég er hérna, sko. Sko, ég fer örugglega ekki meir en, ég mun örugglega, ég ætla að gefa þessu svona $300 risk ef ég fæ fucking flott setup og clear draw og hendi ég $300 max. Hvað er fjármálatips að senda hérna? What? Nei, never mind. Kemur allt á endanum, það er rétt. Þetta er bara að því lengi sem hann er að setja inn, þú veist, klukkutíma á dag í hlutabréf, þá mun þetta allt koma. Þú veist, eitthvað progress er progress.
maður þarf bara að muna það. Þú veist, korter á dag þú veist, það virkar, það taka tíma, en ég meina, það virkar. Það mjög gott að þú sért að sýna metna og leggja inn í þetta, sko. Þetta mun alltaf borga sér. Eru með þessum tíðans? Nei, bara á fucking weekly eða monthly low. Ok, 200 views á story, ætti ekki bara að ýða því út. Ég þessu nokkrar mínútur. Ok. 200 views og hvað eru margir inn á live nú? Það eru 36 búin að mænda 11 að horfa. Sem er alveg fucking mikið, ég verð ekki að búast við því, sko. Ég ætlaði bara að hendi sinn til að hafa þetta, sko. Allir markar að hrynja, er þetta byrjunin? Hvað er maður að fjárfesta? Maður á nokkra millirina bók sem ekki er mikil þörf fyrir. Bíða þar til þetta hrynur enn meira. Væri gott að fá góð ráð líka frá þeim sem hugsa út fyrir kassan. Mikki hugsar alltaf út fyrir kassan. Kauptu gull í Costco og tapa 24% af virði af peningunum leið. Fólk hugsar ekki, sko, þegar þú kaupir gull í Costco, það er skattur að því. Það er ekki fjárfesting. Þú getur ekki vita hvort þetta mun hrynja meira. Jú. Hefurðu heyrt hvað Donald Trump er að segja? Fuck China. 80% tax tariffs on China. We don't like China. Build your fucking factories here. Hvað meinar þú? Guður gæði kom bara með spjald og bara gera financial crisis bara á fucking mínútu. Það er bara, þessi gæi bara andar og markaður hrynir, sko. Og ég man ekki, ég sá ekki einu sinni þegar ég var að treyta Joe Biden speaks. Það er bara hann múa hægar eftir hann spíkur. Hann var líka bara að tala fucking súkkulaði svo fucking bull. I love chocolate ice cream. Hann var bara 13 stigur. Ég man ekki, hafið þið séð myndina Hot Shots? Ég held það, já. Já, gauðir, fucking Joe Biden er eins og military fucking gæðana stjórinn í fucking Hot Shots. Það er bara eitthvað, kemur inn bara, eitthvað, South Korea has declared war on the USA. You know what? One time I had a great soup. Oh, I would love some chicken soup right now. Eitthvað, var að labba og var að vinka þegar hann var að fara á flugvél og datt niður, hann beði ekki til stígunum. Ætlar þú að byrja að livestreama oft? Ég ætla að reyna að gera eins oft og ég get. Ég er ekki oftast live, eða get oftast ekki verið live á þessum tíma. En ég ætla að reyna mitt allra besta að reyna að livestreama oft. Ertu eitthvað að treyta bandaríska marka þetta moment? Það er eina sem ég treyta. Ég treyta Nasdaq. Það er svolítið það sem ég fókus á, sko. Ég er ekki góður í íslensku hlutabréfum. Það er svolítið það sem ég er mjög slappur í. Mikið, er þetta ekki bara, ef við ekki bara taka þetta, bara 20 tick stop loss. Bara eina í Þú veist, ég svolítið bara veit svona hvað er sirk í gangi á íslenska markaði, en þú veist, mér finnst bandaríska markaði langþægilegastur og allir byrjendur, ég mæli með að byrja í bandaríska markaði því að það er svolítið auðveldar að lesa þá heldur en að lesa íslensku hlutabréfamarkaði, þú veist, eins og ef ég opna til dæmis Icelandair halló? Þú veist, ef ég opna Icelandair, þið sjáum munin, þú veist, á kertunum hérna. Þau eru svo lítil eitthvað, en svo þegar ég opna Nasdaq, þá er þetta, þú veist, miklu betra. Þú veist, hvert kerti hreyfir svo rólega og þægilega, myndi ég segja. Hvað heldur að marka verið lengi niður eins og staðan er? Svolítið bara, þú veist, kannski gróft að segja, en svolítið bara þegar Trump heldur kjafti. Leið að Trump hættir að tala tariffs og að hækka tollskatta og allt svona, leið og hann hættir því, þá mun þetta hætta.
því að einfallega tilkynningar sem gær lét markaðin hrynja næstum því 7% og það er allt Trump, allt sem að, þú veist, Trump byrjaði að tala þetta, fólk fór í hræðslu hvað Trump myndi gera og með því seldu þau, þannig að, þú veist, það er ekki þú veist, Trump er ekki eingöngu ástæðan að hluti byrja að falla, en hann skapaði þetta, þú veist, þetta er svolítið domino-effekt. Sjö mínútur í opnin, 6 mínútur í opnin. Ég er bara að baka pizza eftir. Baka eða hendin í opn. Baka, bara from scratch, ég er búinn að gera preppa degi og allt. Það er svoleiðis. Alien. Gaur, ég ger bara fucking góða pizza, sko. Þetta var aftur að vera í 9 klukkutíma að það. Nei, ég var miklu fljótur að degi, maður. Ég fucking, þetta er svo stúp. Hvað finnst mér í Tesla-verðbréfin? Við getum skoðað það bara snöggvast. Styttist í earnings 22. Maður sjá. Þetta er alveg rosalega sérstakt. Sko, þau eru mjög líklega að fara niður einfallega út af hvað Trump er að segja og hvað, þú veist, Elon Musk er svolítið ekkert að standa sig og eins og hann hætti að borga konunni sinni, eða barnmóður sinni, sem sagt, childcare og það er eitthvað sem að markaðir fílaði ekki. Eins og þá myndi ég svolítið halda mig frá því, en ef ég ætti að gera eitthvað með það, ég myndi þá líklega að selja. Gera það einhvern veginn svona. Jafnvel hinga niður. Þannig að ég býst við að Tesla mun mjög líklega fara í 212, en það er einfallega út af fréttum. Ef að ég myndi kaupa þetta varðandi það hvað ég kann og hvernig ég les hlutabréfamarkaðinn, þá myndi ég halda að markaður sé að fara upp, sko. En það væri ef Donald Trump er ekki að tala svona mikið. Þannig að eins og núna, þá myndi ég gíska að markaðurinn sé að fara að hrynja auka 20% þetta ár. Eða kannski fram að sumar, eða þú veist, hversu langa tíma þetta mun taka. Ég myndi segja að Tesla sé á niðurleið, einfallega út af því að Trump er að tala, en vanalega myndi ég kaupa. Þú veist, eins og getið sko að Marvel, já. Shit. Ég ætti kannski að fara að selja Nvidia. Marvel er mjög líklega að fara að koma inn í 53-37 bara mjög fljótlega. Við gætum, ef ekki $45. Marvel er sko, þetta mun fara harkalega niður og það sem ég sé sko er að seljendur byrja hérna uppi, þeir byrja hér, markaður byrjar að fara niður, fólk reynir að ná markanum aftur upp hér í þessari viku, 3. febrúar, og það tekst ekki. Við tökum 2 vikur svolítið til að hugsa okkar mál aftur. Marvel reynir aftur að halda áfram upp, en heldur áfram að hrynja. Þannig að ég býst við kannski einhvern veginn svona, eða bara beint niður. Þú veist, ég kannski býst við, skal setja þetta svona almennilega upp, einhvern veginn svona, eða við förum bara beint niður. Marvel er ekkert á leiðinu upp núna næstunni, þannig að þú getur skortselt þetta og sjá hvernig það kemur út, en ég er mjög viss, nokkuð viss að Marvel mun bara halda áfram niður, því að
hvernig við áttum erfiðleika að fara aftur upp hér og hér með þessu, sem sagt, hvernig, það sem við köllum þetta hér heitir Power of 3 eða Accumulation, Manipulation, Distribution, að markarinn byrjar að fara til hægri, svo reynir hann að fara aftur upp en endar að hrynja ennþá meira. Þannig að þetta eru 3 skref, svolítið safna saman pöntunum, það er það sem við gerum hér í þessari viku. Svo byrjum við að reyna að fara í eitthvað átt, við klúrum alveg gjössamlega, og í þriðja þá förum við þrefalt harkalega niður. Þannig að ef ég dreif þetta bara út cirka svona, þá sjáum við að -4 eða -3,5, þannig að við myndum búast við að markarum minn einhvern veginn enda eitthvað staðar hér. Þannig að ég held að Marvel mun fara niður í 51,66. Þetta er ekki fjárhagsleg ráðgjöf, þetta er einfaldlega það sem ég held. Ég myndi segja það að ég ætla ekki að segja þér að selja það, en persónulega myndi ég gera það. Ég ætla ekki að gefa þér fjárhagslega ráðgjöf, en persónulega myndi ég selja. Þú tekur alveg stjórn á því. Þú veist, ég veit ekkert hvað markarinn er að fara að gera, þetta er bara mitt ágísk hvað markarinn mun gera. Þar. Ég? Já. Nei. Það er nú gott. Fattu hvað ég meina? Já. Ég vill ekki vera að segja fólki hvað að kaupa og selja. Þetta er bara persónulega það sem ég held og það sem ég svolítið vill sjá gerast. Þú veist, ég vill að Marvel fer niður út af því að það er bara það sem ég býst við. Hvernig ég kann að lesa hlutabréf, þá býst ég við að Marvel mun fara niður. En þú er sjálfsögur ræðið hvort þú selur eða eigur þetta ennþá. Ef þú ert að fara að eiga þetta núna í næstu 4-5 ár, þá er sjálfsögur, þú veist, eiga þetta eða, þú veist, jafnvel 30-40 ár, þá er væntanlega alltaf gott að eiga bréfið þótt að sé að niðurleið því að það mun alltaf jafna sig út, það er bara hvernig markarinn haga sér. En að sjálfsög selja ef að þér finnst það best. Er þú eitthvað sem býst við að fara upp, ekkert eitthvað nýlega? Þetta er svolítið alltaf niðurleið, en ég vona svolítið að hluti byrja að fara að bæta sig. Þú veist, ef við skoðum bandaríska dollarann snöggvast, þú veist, þetta bara boðar ekki góðu. Bandaríski dollarinn er bara bullandi niðurleið og þegar bandaríski dollarinn er á niðurleið þá mun ekkert fara á uppleið. Þú veist, þetta er rosalega slæma fréttir bara fyrir allan heim því að, þú veist, eins og álverið hérna á Íslandi, það er greitt í dollarum og sumt lán frá Arion banka og Íslandsbanka, ekki öll, mjög fá, en sum lán frá bankum hérna á Íslandi eru gefin út í dollarum og við seljum sumt rammagn okkar og fisk í dollarum. Þannig að þetta hrun innan gæsalappa hefur rosa slæma áhrif á Íslendinga jafnfram öðru fólki í heiminum sem að nota dollarann fyrir viðskipti. Þannig að ég býst ekki við að neitt mun fara upp eitthvað nýlega eða fljótlega meina ég. Það mun núna í byrjun sumars mun hluti byrja að jafna sig út og ég tel frá milli ágúst til desember munu hlutir koma á rólegt að róla aftur, eða þú veist, á góðri uppleið. Allt, þú veist, Netflix, Nvidia, Google, Apple, eBay, þú veist, öll þessi opinberi hlutabréf munu bjarga sér aftur. Og markar er opinn. Ok, what's up? Huge. Hey, trade that DM with playa ekkert eðlilega. Hvað, varstu short Ég er að eða? playa ekkert. Já, ég var að hugsa, en ég ætlaði bara að bíða, sko. Já, þetta teibrýta. Já, ég kannski, já. Ef við sé eitthvað mjög flott, þá kannski tekið það. Þetta er frábært reaction, maður. Þetta er mér optimal trade entry, fylltu mér þetta fucking balance. Displaysum niður, þetta er flott. Líka massíft breakablokkur, þetta er huge. Sko, ég veit ekki hvort þú vissir, já, ég hefði getað selt bara eitt fucking mín ef ég hefði verið fucking baller, sko. Geti verið upp, það er upp 360 ticks á einu kerti. Og á one mun. Ok, við skulum, mér langar að svolítið koma inn í trade bara sem fyrst því að ég veit að 9.30, 9.45 er það sem peningurum mun vera, sko.
Því að leið og klukkaslar 11 þá er ég off. Já, ég líka. Þú voru að fá eitthvað geggja fucking fyrir livestreamið. Já maður, fucking first live, fucking solid trade, ég fucking vona að kemur út. 1000 pix, easy days. Já, það verður alveg hallarslegt á fyrsta live og ég bara hendi einhver revenge trade session hérna fyrir framan alla. Við erum bara alveg að missa við. Það eru margir lag. Inn á liveinu? Það eru 15 að horfa mitt núna. Enda með þetta á Instagram eða? Nei, ég tók það út í Market Open. Here comes the money. Droppið sko. Perfect low resistant liquidity run. Er það að sjá þetta fucking trend? I'm about to hit my biggest Þetta er actually, þetta er fucking perfect. Markarinn er að fara að hrynja bara eftir 2 sko. Get ready. Or my biggest day was 32 grand. Mér langar að sjá hvernig Tanya Trades mun haga sér í dag. Er hún að fara að sprengja alla reikningana sína eða? Það er alltaf leið, hún verður bara gera það ná. Ertu svart, Kári? Ég var að henda mér í svart núna. Ok. Bara micro sko. Hvernig lítur 500 út? Herri, við erum með 500 for value gap. Gaur, break, gaur, unicorn. Yo. FOMO short hérna, entry, right here. Maður sjá, hvað? Hvað er IS að gera? Ámæla. IS lítur fokkið vel út, gaur. Ég ætla að opna 30 sekundar time frame. Ég er uppi 160 ticks. Ok, En bara með 1 micro. ok. Ég er að hugsa að prófa þetta. Má ég sjá. 200 ticks. Vá, þetta, ég var bara að gleyma hvað 1 fucking micro lítið maður, ég er þarna uppi 200, þetta er bara pínu lítið. Já, ICT vill að við treytum bara með 1 micro. Ég er þarna uppi 240 ticks, 50 núna, 60. Því lengi sem markarinn tekur ekki út þetta lófið hérna beint fyrir neðan okkur, þá langar mér inn, sko. Sko, en ef þið er að pæla í því, það er bara $100, sko. 250 ticks er bara eitthvað rétt yfir $100. Já, 125. Þetta er bara prupp. Þetta er ekki neitt, sko. Þetta er sem ég elska við micros, þú getur svona leikið smá með það. Hvað er þetta fundið eða íval eða eitthvað? Fundið bara. Það er búinn að passa einn íval í dag, sko. Þetta er bara einhver 40. Þetta er samt sko, ef þú sérð, þetta er bara $120 sko. Fólk þarf ekki að vita það maður, þetta er bara 250 ticks, 60 ticks. Ætlar þetta að wicka minni, ætlar þetta beint niður. God damn.
Þú voru bara að fara að sína minnskjá, there's the money. Yeah, put me in, coach, goddamn. Hérna, Kári, þú ert live. Bú, 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 bú. 350 tics. Holy shit. Tókum út lói maður, fuck. 5 mínútur lukka fresh, sko. Sjáum við það. 5 mínútur lukka mjög fresh. Strákar, eru þið skeptikal með að þetta fari í 17.800 aftur það? Já, þú veist, ég er svolítið vona að, þú veist, maður er eiginlega 50-50 á því. Þetta er samt eitthvað sem ég vil sjá, sko, þegar við erum með, sko, breakablokkina frá ofan okkur og 5 mínúna timeframe er að sína að það vilji fara niður. En málið er við erum með weekly SMT, sko. Það er... Líka monthly Já. svona. Fucking, sko... Ef maður tekur trade þá er það bara eitthvað 100 tek stopp, sko. Maður er ekki að fara að riska eitthvað rosalegt. Hey. Það var að fölpa þetta. Þetta er reaction strax að þessu fyrir velgefi, goddamn. Á ekki bara 1000 tics í dag. Ok, flott fucking. Þetta er geðveikt jump. Já, ég ætla að taka 1 micro inn, sko, til að vera með þessu. En ég lóki þorði ekki. Maður kan sjá hvernig þetta lokar, hvað er 5 minútunar, já. 5 minútunar kæft þetta ekki vel út, sko. Já, það er 300 og fucking 80 runes. Ég held að þetta verði bara bearish restina af deginu, sko. Mér langaði svolítið í longs út af þessu SMT og einhverju. En hvernig markar að hafa sér off market open er svolítið rosalegt. 400? Shit, maður. Maður sjá, ég ætla að prófa, Hvað er það eiginlega mörg tics á TP-ið? 1000, sko. ég ætla að prófa þetta. 11. Ætla ekki að wicka minn eða? God damn. Gauir, þú ert svo fucking nálægt entryinu mínu og þú tókst mig ekki inn. Ertu að grínast? Það er núna fucking shit það. Það er allavega 420, 19, 450. Ekki er þetta bara beint í TP eftir að vera, sko, hvað var þetta langt frá? 1 pointi frá entry. Gauir, ertu að grínast? Mafungo. Megi mafungo. Bara inn á þetta, checka þetta. 400 og 20. Það var, kom aftur í 300. Og það var 70. 90. 409. Gauir, settu allaleg niður, Kári. Allaleg niður. Allaleg niður. Allavega niður. 1000 takes, right now. Já. Meira. Bara ertu að tala um að lói hérna? Já. Þetta er 1 micro, þú tapar ekkert af þessu. Það er alveg rétt, þetta eru 1200 fucking ticks. Það eru $600, 1 micro. Það er átt bara að henda henni einu mínu. Já, hann tjúks með þetta. Þetta er á 4 reikningum líka, sko. Já, það er nákvæmlega Ég er það. upp í $1000.
Jæja, strákar. Það er... Ég fæ $1000 með einu fucking micro. Það verður fucking legendary shit sko. Smá retracement hérna. Við erum inn í -1. Hafa svona stopplöðin hér. Ég er að taka hérna 90 tick trade. Ætlar þetta að wicka minna núna eða? Please. Gaur, tap me in, gaur. Shit. Koma bara, wickin 062 maður, bara 062, wickin. Típist að ég wicka hérna og beint, þráðbeint í stopploss. Get ready, sko. Það er bara order filled, order filled. Þess, það verður bara þannig. Gaur, þetta grínast. Put me in, coach. Því að það er ekki fyrir þig. Ég ætla að testa þessa 90 bucks right now. Þetta er að fara að skjótast inn í entry og skjótast í stoppum mitt. Bara 0-1. Og 5 minute inverse, eða? Ég vona það, sko. Fáum líka reclaimed fyrir value gap. Springdu niður aðeins núna bara, fljótt. Já, hanna, þetta er flott. Fáum inverse. Láttu ríka fólki finna fyrir þessu. Fáum inverse. Það verður að koma inverse. Já, já, strákar. Actually, já, við lokum fyrir neðan. Herri, reclaimed order block. Reclaimed fyrir value gap, menna ég. Hendum hérna, ég ætla að vera með þér í þessu. Hendum hérna í einn skemmtilegan micro short. 530. Ég er auðvitað að stoppa hann úr litni, það verður bara að hafa það. Sko, ég veit ekkert hvað ég á að setja stoppið mitt. Þetta er góð. Ég fæ ekki þessi tíma, ég fekk ekki tíma til að finna út hvað þetta setja stoppið mitt, maður sjá. Hvað er svona góðu staðir? Maður sjá, ég ætla að reyna að taka re-entry. Gauður, það er svo erfitt að lesa hana fucking marka, þetta er Wick City. Wick City. Já. Ekki fucking stoppið. Það kom upp í stoppið þetta. Þau má bara aðeins vera Þetta er... Það var bara gott dom. Það var ekki bara, maður sér hvernig 5 minutes. Herri, Ninja Trader er að treyta live, hvað er að frétta hér? Er hún í short? Nei. Nögli longs. Gauður, þetta 15 mín hana, guð minn almáttur. Á maður að törtu svo bara þetta hæ hérna. God damn. Ætti fucking að halda það sko. Holy shit. Þetta er allt eðlilegt sko. IS er í 5 hérna fyrir velugjappið núna. Við erum komin í 9.30 open sko. Bara turtle soup fucking hægina. Over makro er fucking opna. Já, 3 mínútur. Gauður, hvað rugl er þetta? Annarkvort er það bara harkalega niður núna eða við erum bara að fara að snúa við og erum á leiðinu upp aftur.
1 mínút. Okay, it looks like Þú veist, 15 mínútur. Gauðir, ertu að sjá þetta 15 mínútur eða? 622 tick candle, sko. God damn. Herri, ég heldur, er það ekki bara uppleið hérna frá það? Cell-side liquidity, fucking displacement. Þetta er hrikalegt. Ég maður sjá. Þetta er gaman. Gauðir, ég heldur uppleið núna, Kári, sko. Það er hérna, ef við tjekki á 1 hour timeframe, þá er SMTs með John Jones. Á lows eða highs? Já, lows. Já, ég sé það. Ég sé það. Eru þið samt eitthvað að nota mikið S&T með Dow Jones eða? Ég er ekkert eitthvað rosalega mikið að vinna með því, en ef að það er ekkert annað, þú veist, eins og ef að IS svolítið bara gera nákvæmlega það sama á NQ, þá nota ég Dow Jones. Já. Þú veist, þegar IS og NQ eru bara að gera bara mynda nákvæmlega sömu kertin, bara hvert einasta swing point er alveg eins, þá, já, þá er ég svolítið að nota Dow Jones. Mér finnst það bara smá forsa trade að vera að nota það, eða þú veist, það er mitt persónulega. Já, og sko. ég skil það fullkomlega, sko. Já. Breaker cock. Þetta er actually að pan út. 200 ticks off the bat. Jesús Kristur. Guð hinn almátti, sko. Herru, ég held að það er bara 1 mini long og góða nótt, sko. Respect 5 minutes á AS. Fuck. Já, ég sé það. Við erum samt með Tiny 5 minna fyrir að velja pjarna og er þetta inn í discount? Eða OTI? Nei, þetta er ekki inn í OTI. Gauður, who knows hvað margar vill? Það er bara the waiting game núna, sko. Þetta er bara feitt svoleiðis. Já, ég var að búast til að markaðar myndi fucking halda bara áfram að dumpa hérna. Já, ég var alveg að búast til -8, -9% í dag, sko. Ég var bara ready að sjá hana New York Stock Exchange bara loka sínum hurðum bara fyrir 4. Gauður, hvað er bróður minn að elda? Það er eitthvað að brenna, sko. Do not let him cook, maður. Do not let him cook. Hvernig er Konni rauð? Nei, græn maður. Hvað? Jó. Who's this guy? Það er... Líka sko $1,000 á MNQ. Og 2500 á NQ. Já, já, þetta er micro. Já. Það er actually fucking gali. Gauður. En það, maður sjá, teach me. Já, mikið makrokongurinn. Hvað ætlar að gera? Fíla. Alert hérna, takk.
Ég er ekki viss að teki ekki neitt. Hvort er ég að fullporta long eða short? Long. Ég satt alveg feitt fíla long sko, það er svolítið allt sem lítur út fyrir það. 5 mínútur, ok, 5 mínútur er ekki að segja réttu sögu á IS sko, en 5 mínútur er að segja réttu sögu á NQ. Það er alveg rétt, já. Vistu það bara NQ? Já, það er rétt. Hvernig slekkja á þessu order filled hljóði? Ég mjútaði bara tabið, eða þú veist, mjútaði sætið. Það er hægt. Já, þú veist, á right-klikkar, þú veist, tabið sem vart á og gerir mute site, þá kemur ekkert hljóð. Oh, nice! Oh my god, þetta er fucking... Þetta er svo pirrandi hljóðlega, sko. Order filled. Nei, þú veist, það er alltaf í lagi önjulega, en í fucking... Þegar þú ert í Discord-kóli, það er bara svona að segja fucking ösku eira. Hvað var þetta bara 1 minute fyrir vel, ekki bara að halda öllu og bara... Ég er svo hrættur að vera bara að kunna solid þetta fyrir Powell. Þetta er þetta geggja. Fucking checka á tjartum við. Háraðu hvað við gerum. Hvað? Sjáu þetta 075. Töppum bara í 075 og leið Já. og respektum fyrir velgefi og fucking... Þetta var bara dump, sko. Sko bæði longs og short líta vel út sko, og það er, I don't like that. Það er alveg svona bara. Hvað er fokkur með þetta? Ég tók short hérna efst uppi og market rejected. Ha? Myndi totti, ég væri uppi núna 440 fucking tig. God damn. Ég veit ekki af hverju market rejected. Ég var að kaupa nýjan toppu, ég veit ekki alveg hvað gerðist. Það er að skrifa undir eitthvað eða eitthvað. Nei, ég veit ekki. Kom bara market rejected. God damn, maður. Geir, hvað er að frétta með þetta? Hvert er markarinn að fara? Hann er að fara niður. Þetta er bara, mikið ekki sens sko. Hvað er maður að shorta hér til að leika sér eða? 254 takes, Geir. Fucking Christ. Hvað er short? Hvað er short? Ég er að fara að gera það. Má ég sjá. Já. Hvað? Kom þetta aðeins þær upp. Ég fucking skil ekki þennan markað. Já, sæll, Gaur. Ha? Holy shit. Oh, fuck var þetta? Ég tók ekki svo eftir þessu, sko. Hvað bull var þetta? 350 takes á 2 sekúndum. Það er í gangi. 350 takes á 2 sekúndum. Þessu marka er eitthvað dýragarður. MH. Þetta er fucking crazy, sko. Þetta er actually crazy market condition. Gaur, ég myndi að fara short og þú ert negative 150 bara á sekúndunni sem það endirar. Gaur, ég er ekki að fara að treyta þetta, sko. Veldu 8 og þá skal ég vera með. Ég er bara að tapa $86 í dag, það er meira en gott, sko. Ég er frá 150, ég er bara búinn í það, bara með að leika með micro, sko. Þú veist, við erum líklega bara að fara að consolidate þetta restina af deginum. Þar til að Powell segir góðan daginn. Good evening.
Þú veist það líka tekur ekki svona langa því að þú ert að stoppa þar út. Fyrir maður bara paper. Já, þetta er rétt, gamla þar. Bara. Þetta er fucking bull. Hafið tekið eftir að TGR er bara að kenna liquidity í markvistarskip sitt og fer velíka upp aftur og aftur og aftur og aftur. Já. Þetta er bara, þú veist, hann var að posta myndbæði núna how to read fair value gaps. Bara gaur, þú gerði vídeo á mitt í síðasta mánuði. You need a liquidity sweep, guys. Þessi gauði, sko. Hvað myndið þú segja að vera góð upphæð fyrir live account? Ég myndi segja 2000 bandaríski dollarar. Ég veit ekki alveg hvað það upphæð er í dag, svona 450.000 eða eitthvað. Eða kannski 360.000. En það er svona það sem ég myndi mæla með. Það eru sumir brókurar eða miðlar, svona hlutabréfamiðlar sem vilja sko 25.000 bandaríska dollara sem er 3 milljónir eða eitthvað, maður sjá. 3,2 milljónir. Það eru sumir hlutabréfamiðlar sem vilja 3,2 milljónir. En ég mæli, þú veist, það eru sumir miðlar sem að leyfa 2000 og ef þú finnur þannig miðl þá mæli ég með honum. Bara mynda að það er rosa auðvelt að tapa þessum pening. Þannig að virkilega farðu varlega, taktu þess að hægt og rólega. Sæktust í, þú veist, 3000 kall á dag, max til að byrja með. Gæinn for langa paper, það er svoleiðis. Sextíu micros. Longa paper 4 mínútur. Ertu með stop-loss og annað limit order á sama staða? Já. Bara til að fá betra enter í. Stoppaður í enter. Þú veist, ef þú ítir bara á buy sell þar til þú færð bara zero drawdown trade og getur gert það. Já, það er rétt. Stoppaður út og komir aftur inn. Það fucking marketinu, sko. Vonandi mun þetta hafa ykkur áhrif á markaðinn. Má ekki gera 1000. Þú ert að breyta upphæðina á paper accountinu þínum. Þú sér margin þarna niðri. Þú átt 35.000 dollara til að nota. Ertu bara, gaur? Þetta er bara, maður sjá. Gaur, kveikt á instant order. Hvað er það? Sér að right-klikka á skjáinn. Þú veist bara á charterið, settings, trading og þannig instant order placement á toppnum. Já. Og núna getur þú bara drita buy. Þú þarft ekki að íta á place order. Oh, fuck. Það er þetta alveg fucking huge. Þú átt ekki nóg. Þú er að lækka. Okay. Það er bara að gera svona. Þú átt ekki stefna á einum. Ég á ekki rétt ná einum fucking micro. Gauður, þú ert mínus 43k á XRP.
Já, ég var að tjekka þarna eitt eddri á XRP. Backtesta það eða? Bara að leika við, sko. Hvað rugl er þetta? Hvað er þessi markar? Þetta var versti dagur til að fara live, maður. Án fokkin djóks. Markar er bara svo fucking góður í dag og svo loksist þegar ég fer live þá bara nei, við ætlum að consolidate þetta. Oh. God damn. $250,000 profit. Tíma er. 250.000. Gauður. 8.000, god damn. Ég fucking klippa fokkin meira. Hvað rugl er þetta? Hvernig hafa ekki efna einn fokkin mæk? Það er ekki að einum. Available funds. Mínus. Mínus. Hvað er að frétta? Gauður, það er líka makró í gangi sko, markarinn er að haga sér svona. Hvað bull er þetta? Ég byrja að fokkin láta meira. Shit, sko. Já, $1,000. Anna, Heyri, Tanya Trades hætti að streama. hættum að stríma. Datt á hausinn. Það er magnað, sko. Er Patrick Wieland live eða? Nei, hann er ekki live. Já, hann sprengdi alltaf kantana sinni í gær. Sjálfsög er hann ekki live. Hvernig fór hann alltaf því? Hann gerir þetta alltaf, hann kaupir sér 20 Apex akkánta, passar þeim öllum, nær þeim upp í svona 10k profit og sprengir á svo einum degi. Það er fokkin galið. Af hverju tekur hann ekki úr þeim? Ég skil það ekki. The hell is this shit? Ég ætla að gefa þessi 4 mínútur viðbútt því að ég veit ekki alveg með þetta sko. Nei, við erum búin að fokkin búlruna upp, búlruna niður. Já, þetta er ekki markað sem að vill vera í sko. $110,000. Market after reject. Jöfull er þetta stór kefti maður, hvernig er þetta 400 til? Gauður, þetta er rosalegt sko. Því að, gauður, þetta kerti hér, þetta eina kerti hér var treyti mitt í gær sem tók 10 mínútur. Guð minn almáttur. Þetta er fucking magnað. Tókuð þið þetta shortu? Nei, ég er ekki inn í þessu sko. Ég tók bara paper sko, en... Já, ég bjóð til nýjan paper. Er ekki einhverja nýja reglur að markaðin eitthvað niður eða eitthvað að loka proffer með eitthvað? Já, circuit breaker reglan. Er það í dag eða? Já, það kikkast inn í gær. Kannski, okkur vildi ekki hleypa mér inn? Já, þú veist, það er ekki búið að gera það í dag sko. Það er, hvað, 1742, eða 742. Alltaf hérna niðri. Hvað er reverse position, Kári? Ég bjóð til nýjan og lét miklu meiri stærri upp að enná. Kári, ég laði senda að minn. Ég tók þetta treyð, þetta pínu litla. Þetta er 420 til.
Maður segja, what the f... Ok, ég tók short í 18.170 og ég fór út bara inn á lóðunum. Það er 400 okkar til. Þetta er fucking crazy, sko. Klikkaði parturinn er að það er ekki svona S&P á hæð, sko. Nei, ekki neitt. Já, já. Oftast eru NFP svona góð, bara. Vanalega. Hvað ertu uppið eða? Já, $2 million. Shit. Já, $2 billion, ég er ekki fucking viss, sko. Erum við að fara að fá þetta dump núna loksins eða? Fucking Christ, þetta er eins og eitthvað kastalegin uppið, að sjá þetta? Bara upp fucking dump niður, þetta er líka ekki lítil dump, sko. Þetta er bara 1000 ticks næstu. Þetta er bara 1000 ticks upp og... Markaru fyrir niður, 600 ticks, 500 aftur upp, 1000 niður, 900 upp og nú er hann farið niður aftur 700. Gæri, þetta er fucking stór hættulegt. Það er líka ekkert hægt að lesa út úr þessu, það er ekkert, þú veist, ég hef ekkert kennslu þarna til að tala um. Þetta er bara pure fucking... bara craziness, sko. Já, fucking vesti dagur til að fara live, sko, for real. Greið gæjarnir sem er að byrjuði í dag að treytaður og skoða tjárstu. Fara úr 1 mini og sprengti á kantinn út af því að hann hreyfðist aðeins tilbaka. Hörru, Ninja Trader í short. Hún er upp 80 takes og er búin að fara að break even. Vel gert. Ó, hún er á IS. Ok, það make sense. Ok, ef þetta kemur aftur hingað þá ætla ég short, sko. I don't care. Ég ætla short. Já, maður, ég er fucking... Fyrsta SNT þetta. Sýnist ekki á neitt S&T, sko. I'm making bank, hérna, sko. Ég er með þér, So Karol. once we break below Náttur. Nefnum að ég fór inn eftir. Þetta er eitthvað bull, sko. Þetta er crazy. 600 skiptið til. Jó. Ég er að sjá það. Þetta er bara að bæta meira. Ég er bara að reyna að bæta endan. Dennis. Áverðs fixa eftir hann klukknum. Viltu tala hann 11? Já, hann að... Það er 3.25. Ok. Já, Þetta er ekki. Power er á svona skrýtnum tímum, ef markarinn ekki oftast bara eitthvað consolidated og upp, niður og eitthvað. Jú, þú veist,
markaðurinn Consolidated er eiginlega alltaf eftir klukkan 10 þegar Powell er að tala út af því að þeir vilja byggja upp orders þannig að þegar hann talar þá fyrir markaðurinn fucking fullt. Já. Þú veist, markaðurinn byrjar að Consolidate því að fólk byrjar að kaupa og selja og eru svo að bíða eftir að Powell talar. Þú veist, hann að þegar ef að Powell segir eitthvað góða hluti og fólk sem eru búin að vera í long síðan í morgun bara græða, bara mókin í kass, sko. Núna erum við að fokk tala saman. Það eru mjög margir að fá rejected order. Topstep er í hakki, segir og My Funded Futures líka. Já, það var ekki alveg, ég var að kaupa hann. Fyrsta dreifðan. Núna sé ég að þegar ég fyrir inni að það stendur bara -111, bara ég náði ekki þennan að fara inn. Já, Það senda þeim Ég er þetta að móka einstaklega. það stendur basically að ég tapaði $1.117. Þú veist, ég fór alveg inn. ertu mínus $1.100? Já, Já, topstep. það er vinur minn akkurat að lenda í þessu sama. Eitthvað fór í hakkið hans. Almost lost 5 fundage on Topstep due to the charge non-stop freezing. Stop didn't get filled. Bro, I was like down all of my balance. Only had $200 drawdown left total. On God, I full port that bitch and made the money back. Hann fucking full porta til að græða það. Virka. Mér sýnist það. I'm down 500 right now, but I don't care. Ég veit ekki svona hvað ég er uppi fokkin mikið, sko. Nei, ég fór út af svona lós, sko, en þetta Ég er komið upp í 910 tikk á því. Þegar ég er held ég er uppi $2 billion eða eitthvað rugl. 2 billion. Þannig sæli 910 tikks líta út eins og bara svona 300. Myndi að fylgja tónin fyrir strími fyrst þú ætlar að byrja að stríma meira að sjálfsögðu. Bara gági velar hún og ég heyri þig fljótlega. Ég gleymi stundum að ég er með chat-hlinn að mér. Chatið lit. Chatið mitt til tenni. Sipa bjór. Herru, hendur því að staða. Chatið lit. Mikið, þú verður bara full port that bitch líka til að græða tilbaka. Já, ég reyndi að fullparta þetta. Ég væri uppi núna svona $25.000. Á, ég prófa að riski shortina, maður. Þú hefur að kaupa líka Íval, maður. Það var ég keypt Evil. Ég tala Ása. Á, ég að kaupa Íva líka, why? Það samt. Bro, tweaking. Það er Bro. plus 1, maður, hvað meinur þau? What is one more? Ætlaði að fá payout á þessum 8, þá skal ég gera það. Já, what's up? Hvernig gengur þér með hann að payouts á Apex? Ég er ekki búinn að requesta neitt, en einn account er request eins og er núna og Já. hinir 4 eru í $2,119.98 og svo þessi 3 glæ 9 er í 49.913. Tapaði þessi Já. treyti hérna áðan, mínus $86. Og ég er ekki búinn að fylgjast með blóðar eða þá svona piltið sem að kemur. Já, ég cancelaði subscriptioninu bara. Og borgar ekki one time fee bara stakarlegt.
Eða þú veist, jú, það var bara, ég cancelaði því, fattaru. Já. Þú veist, ég bara basically ytta countunum af reikningum mínum. Já, þú varst ekkert að fá payout frá þeim og þú greiddir eitthvað fucking miljón, Greidd- 200 miljónir eða eitthvað. Græddi $18,000 á 20 reikningum. Já, nei, ég er að tala um þú gerði það og síðan keyptir þú 20. Já, og... Nei, keypti ég 20... Já, ég keypti 20 eftir það. Já, Já, ég held ég sprengdi þá. Það, nei, þú gerði það, ég man ekki, þú sagði eitthvað í grúppinu að það voru bara teknir af þér eða eitthvað. Já, gaur, ég man ekkert eftir þessu lengur, sko. Já, ég man... Þeir hurfu eða eitthvað. Þegar ég var, sko... Þeir voru næsti dauðir, sko. Ég næsti bara að sprengja þá. Og svo hurfu þeir bara. Það var bara auto liquid, þetta er bara... Já, eitthvað svoleiðis, sko. Þú veist, ég sendi e-mail allt á það, þeir eru ekki ennþá búin að svara mér. Herri, ég þarf að fara. Yes, sir. Ég er ekki heima. Heyri þér. Right, við heyrumst að því. Herri. Það er verið gaman, það getur bara ekta við þetta accounti núna. Já, byrja að fullporta hann líka. Já. Það er bara long 1 mini stop out, short 1 mini stop out, long, láta það aðeins græða, short, láta það aðeins græða, fucking, vera bara alltaf að flippa kontentinu. Ég man að það var eitthvað gæi sem að treytaði í heilan dag bara með því að íta á, þú veist, reverse position. Græddi hann eitthvað á þér? Já, hann alveg mokaði inn, sko. Já, hann kannski að byrja að longa markaðan bara hérna áttina, bara reverse position. Já, og lit það svo slæta og eitthvað svona og svo bara treytaði hann það sem hann var að sjá eftir það, fattur þau? Hann treytaði bara frá 9:30 til 4. Það er svo fucking mikið pirring í neðinu, skil ekki hvað þetta er. Pirring með. Eyri full af ryki og nefið að skít. Glasi. Hvað erum við að fara aftur upp núna, bara hér? Eitthvað stað hérna niðri. Þetta er bara, það er engin útskýring fyrir þetta, við erum bara aftur upp núna, flott. Okay. Já, þetta er alltaf svona, þetta ló myndi vera tekið og fara upp, en þetta er alltaf bara eitthvað... En bara nei, ég ætla upp núna. Þetta er bara, ég er að fara upp núna, bara í fucking hvað. Það er SMT hérna. I don't understand this fucking... Þetta er svo heimst, sko. Hvernig er 5 mínútur á? Herri, 5 minute CISD right here, gaur. Cook. Gaur, leið mér að cooka. Please, leið mér að cooka. Kotninga upp. Let me cook, put me in, coach. Put me in, coach. Það er aldrei að fara, þetta er sem ekki, þetta verður að fara. Hvernig þið bara hafa sér á eyrudegnin ekki að fara. Fucking please, bara touch it, gaur. Touch it. Ég get ekki svarið síman, ekki segja shit um mig. Ég hef engan tíma til að færa dýtuli, bara til þess að fucking vinna. Bara til þess að fucking vinna. Gaur, þessi markar er svo fucking þroskættur. Ekki illa mynd samt, en þetta meikar ekki sens. Hann er búinn að vera svo góður alla vikuna og í dag ákvað hann að gera ekki neitt. Þetta er hérna, þetta er bara flott displacement, inverse og 5 minute inverse. Já. Næsta kerti displacement. Þetta er bara eitthvað, herjá, hérna, liquidity tekið út, market structure shift, displacement, inverse fyrir value gap, inverse á það fyrir value gap og svo fer það upp, maður er bara gaur.
Þetta er fokkið rosalegt. Það bara meikar ekki sens. Það bara meikar engan fucking sens. Bara til þess að fucking vinna. Fucking hata mig. Ég ætla að prófa að shorta hér einn. Ok, ég kveiktaði þarna. Leikum okkur aðeins, víst að það er ekkert að fucking frétta í þessum markaði. Það er alveg hárrétt hjá þér. Þetta er síðasta trade of the day, bara svona. Break even hérna. Hvað er þetta stórt stopp? 100 ticks, ok, ég sætti með það. I'll take that. Ég ætti að fara að break even þegar 1-to-1 er komið, sko. Fuck it, we ball. Leifir bara fucking springa. Já. Allar niður, tsak. Langar að geta trade í þessum fucking conditioni, sko. Þetta er ekki markað til að vera í, sko. Þetta er ekki markað. Ok, ég ætla að break even bara núna og ef að markað kemur hingað þá fer ég aftur short. Því að mér líst ekkert á að vera í þessu, sko. Bara engan veginn. Get ég ekki kveikt á þessu, jú. Já, stoppa hann bara út, klára þetta, flott. $2 að þessu treyti. Fucking goddamn, sko. Ég veit ekki hvað markar vill í dag, sko. Hann er bara svona vill allt. Já, Saman tíma. fucking greedy, sko. Þú veist, ég hugsa að þetta sé markmaker sell module, fattaru. Consolidation, fucking phase 1, phase 2. Consolidation, phase 1, phase 2. Consolidation og niður aftur. Ég seti guðs, ef það dampa núna, fokka ég brjálæður. Fokka ég verið brjálæður. Samt ekki, ég verið í einu micro, ég hef ekki grætt neitt af þessu. Hvenær byrjar Powell? Nei, hann byrjar. Þessi á þetta hérna. Gauðir, ég söti fucking guðs, ef þetta er actually að fara niður. I'll be fuming. Þetta er svo dreyt. Powell segir less cut rates, inflation for longer, we're going down boys. Já, ég held það, sko. Það er bara, þessi markar vill líka fara upp. Það er málið, sko. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að maður var bara að sleppa föstudeginum og kalla þetta gott. Þú veist, ég er bara ég opnaði hérna performance á þessum 4 accountum sem ég treytaði í dag.
Þú veist, ég er niðri, hvað, svona $400, ekki einu sinni, 360. Þannig að, já, svo, svona, fuck. Fucking S&P er bara fucking springa fucking inn núna. Of course, fyrir þetta beinustu leiði TP, var ekki stoppað bara to the tick. Já, fuck me man, þetta er fucking alveg svakalegt. Já, þetta er ekki dag til að treyta sko. Það er ekkert að fara eins og maður vill að það fari. Ég fegin ég tók svona ógeðslega lítið loss. Ég er svo fegin með það. Og sjálfs er þetta fucking rúlla núna. Hvað ég væri uppi $120. Eða $150. Það er ekkert eitthvað sérstakt. Sjá, ég er að hugsa að kalla þetta stream bara gott hér því að ég veit ég er ekki að fara að treyta meira. Ég er ekki að fara eitthvað að vera að skota mikið meira. Ég hef engan áhuga á þessu. Engan áhuga að vera að parta þessu. Þannig að já, ég held ég kalla þetta bara gott hér. Þetta er fucking ógeðslega leiðilegt. Það er ekki gaman að horfa á þetta. Það er ekki gaman að fylgjast með þessu. Fleiri streams takk. Ég skal reyna að vera duglegri að vinna í því. Reyna að gera þetta betri gæði eða hvernig sem það er. Fucking, ég er að skoða þetta Lumi Trades, það gengur ekki til henni heldur. Þannig að það er allt í hakki á öllum. Takk fyrir að streyma til ég meira svona, sjálfsögðu. Ég ætla að reyna að vera duglegur að vera hérna og mér langar svolítið að fá dag þar sem ég get gefið kennsluefni með. Þú veist, útskýrt af hverju hlutir að gerast. Því að hérna, þið sjáu bara sjálf hvernig kerti líti út. Ég meina, það er ekkert hægt að lesa þetta. Þetta er allt út allt. Þú veist, við viljum fá svolítið sko svona dagar því ég get útskýrt hvert á einasta kerti hérna og fuck, ef ég eins og svona, þú veist, ég get útskýrt hvert á einasta kerti og við förum í gerdaginn bara mjög snöggvast þannig að rétt ári enda strímið. Þú veist, gerdagurinn var bara miklu betri. Þú veist, við byrjum daginn á að Trump talar tariffs og allt fyrir upp og svo, þú veist, förum við niður en við gerum það hægt og rólega. En ég ætla að reyna að vera duglegur að stríma og vonandi fæ ég einn svona góðan dag þar sem að ég get útskýrt markaðinn og vonandi fengi bara almennilegt og sanngjarnt trade. Því að þetta er akkurat dagur sem að, þú veist, við komum hérna niður og svo fyrir við strax aftur upp bara til að halda áfram niður á, þú veist, innan við 2 mínútum. En bara likeið þetta stream, followið, ítið á bjölluna svo þið fáið að vita, fáið tilkynningar næst þegar ég fyrir live. Ég ætla að reyna að fara live á mánudaginn, en ég lofa engu. Þannig að takk í dag, eigið góða helgi. Ég heiti Ásmundur Ari, betur þess gott að pissa. Takk fyrir mig.